Used to live like a rebel, didn't wanna behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, here's the gift, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone rolled away, one more sinner been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he's the gift, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone rolled away, one more sinner been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave robber. Taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone rolled away, one more sinner been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer, all because of that grave. Jesus is the rock, and he rolls my grave away, all because of that grave robber. Amen, velkomin á Samkomi United. Við ætlum að lofa Guði í kvöld. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt ár. Réttu fenn sem spenntur fyrir nýju ári. Spenntur fyrir því sem Guð ætlar að gera. Get ekki beðið eftir að sjá hvað Guð ætlar að gera í lífum okkar og í starfinu okkar og í kirkjunni á Íslandi. Guð góður. Við ætlum að taka eitt lag enn og svo fyrir við í tilkynningar. Praise in the valley, and I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm down.
Woo! Spennandi ár. Finni, má ég setja þig on the spot? Hvað er með það? Er það ekki? Treystirðu mér? Ég treysti Guði. Þú treystir Guði. Heyrði, mér langar að spyrja þig. Já. Og ég undirbjón ekki neitt. Gleðilegt nýtt ár. Á sömuleiðis. Er eitthvað munur á að byrja árið 2025 og árið 2024? Ertu til í að aðeins segja okkur það sem ég bara trúi því að þú viljið segja okkur? Það er bara, er ekki hægt að líka því saman. Á engan veg. Ég fyrir 2 árum síðan á áramótunum, þá sat ég fyrir utan Holtagarða. Ég var að fara ég var að sækja efni, ég var að deyja, hjarta mitt var að gefa sig, kófsveittur, ég var á stolnu hjóli og hátíðarfundurinn var að byrja og ég fattaði það allt í einu og ég hugsaði, ég verð að komast inn í burt. Og núna á hátíðarfundurinn míðan síðast, þá fekk ég að leiða þennan fund og bara það að átta sig á því að á 2 árum þá í staðinn fyrir að vera fyrir utan hennar húsið að deyja og vilja ekki fara inn út af því að þetta er pottitt staðurinn sem er að fara að bjarga mér, þannig að ég vildi ekki vera þar og síðan vera að fara þarna inn og fá að leiða fundinn og vera umkringdur fólki sem að ég elska og elska mig tilbaka og vil hjálpa mér og ég vil hjálpa því líkur munur sem að það er. Ég tók síðan skýrt árið 2024 sko, 1. apríl, ekki djók, út af því að daginn eftir þá var afmælið mitt, þannig ég sé skýrður og vaknaði sem nýr maður, bókstaflega, 37 ára, bílnúmerið mitt á bílnum er Easy 37 sem það hefur algjörlega verið, og það sem ég áttaði mig á því núna er að fyrir nokkrum dögum síðan þá sat ég heima á mér og öll vinnan sem ég er búin að gera hérna inni, búin að vera að tengja Guði og reyna að vera betri að heyra hvað hann er að segja við mig og reyna bara að þegja í hausnum á mér svo að hann komist að ég satt bara í miðri gjöfunni minni sem að er bara það friður innan, ég þarf ekki að nota, það er engin hugsun eða einhvern veginn svona ég sé ekki fyrir mér að það muni gerast að ég vilji nota, nema ég hætti, ef ég hætti vinnunni og ég er svo þakklátur fyrir að ég hafi loksins bara hlustað á aðra nógu lengi, nógu mikið til þess að núna í fyrsta skipti er ég farin að heyra í sjálfum mér. Þetta er ekki, þetta var svo mikið að ég fekk hugmynd og sú hugmynd var að veruleika. Og engin filter, og í dag þá fæ ég fullt af vondum hugmyndum og mér er bara alveg sama, fullt af þokkalegum hugmyndum. Ég skoða þær, ég íhuga þær og ég spyr kannski aðra um ráð og svo fæ ég alveg bara snilldar hugmynd og framkvæm hana strax. En ekki fyrir en ég er búin að tala við einhvern það, ef þetta er stór ákvörðun. Þetta er stærsta breyting í lífinu mínu, það er það að ég þurfi ekki að hlusta á allt sem er í gangi í hausnum á mér. Og ég fatta það bara daginn. Og það er ótrúlegt. Ég get ekki mælt meira með því heldur en að fara og taka til í hausnum á sjálfu þér. Þannig að, út af hugmyndin mín var að það myndi allt þagna. Það held ég, kannski einhverju nirvana munkar eitthvað staðar úti eða eitthvað sem ná því einhverju alveg bara þvílíkur huljómun, sko. En hins vegar á við venjulega fólkið, við þurfum að díla við það að hausinn er í gangi allan tíman, en við þurfum að geta aftengt okkur hugsunum okkar, og valið úr, og ef við erum ekki viss, haft eitthvað fólk sem við treystum til að spyrja. Skilja hvað við? Þetta er lífið mitt í dag. Og inn í 25, bara, ef þetta er búið að gerast núna á ári, hvað gerist þá? Og þeir tala alltaf það, bara, það verður bara meira og meira og meira og meira og meira og meira. Og ég bara, ég átti bara bátt með að trúa því, en ég svo sannarlega trúi því í dag. Út af því ég er bara að lifa það. Þannig já, 25, þetta verður svakalt ár. Já, mjög spennandi ár og við erum öll sammála því hérna á sviðinu. Spennandi ár framöndan, 2025. Og ég man eftir því þegar það var sagt við mig þegar ég var búin að vera mín svona fyrstu ár í trúnni og það var eitt sem sagði við mig, þetta er náttúrulega bara einhver heila þvottur og ég ætla að vona það
að það sé hægt að taka til í þessum haus, að ég fái betri hugsanir og betri rútínu í hugarástandið. Þannig að heilaþvottur, en allavega nýjar hugsanir. Og það hugsanir sem Guð hefur fyrir þig og þetta ár sem framundan, þær eru miklu flottari, miklu betri, heilbrigðari, heldur en kannski þú hefur, eða eiginlega mjög líklega. Hann bara stórkostlegur og hann veit oft og veit alltaf betur. Þannig að spennandi ár framundan og við getum praise the Lord eins og voru að syngja hérna áðan og leið okkur inn í gleði í lofgjörð, að stundum það bara að segja okkur að hei, nú bara stöndum við upp og lofum Guð og þökkum Guð fyrir það sem hann búinn að gera og mun gera og treyst honum inn í þetta frábæra ár 2025. Amen. Og svo erum við með bænarefni. Já, velkomin á samkomu, ef ég var ekki búin að segja það. Og við fáum alltaf bænarefni og við erum líka með bænarefni, við sem erum hérna í kvöld. Og við eigum vini sem að gangi í gegnum erfiðleika. Það fólk sem við þekkjum sem hafa mist ástvini, sem bara hræðileg lífsreynsla og við eigum líka ástvini og vini sem að gangi í gegnum erfiðleika. Og jafnvel við sem að þekkjum fólki í fíkn, það hugarástand sem getur verið yfir jól og áramót. Þannig við skulum muna eftir vinum okkar, ástvinum, í bæn. Og þess vegna langar mig bara að biðja ykkur að standa upp núna, öll sömul. Og einhver í huga ykkar núna sem að þið hugsið, ok, mér langar að lyfta þessum upp til Guðs og biðja Guð að grípa inn í líf þessa einstaklings. Bara opið eða lokað augun og hugsið bara, Drottinn, ég ætla að fá að leggja Gunna fram eða hvern sem og svo bara biðjum við núna saman. Er þið til í þetta? Leggja vini og ástvini okkar í Guðs hendur. Ég þakka þér, Drottinn, að við öll hér inni komum saman í einingu. Þú segir það sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar þú mitt og meðal. Og við fáum öll að leggja fram ykkur einstaklinga frammi fyrir þig og minna þig á og biðja þig Guð. Þetta ár sem framundan, að það verði ný upplifun, það verði stefnumót við þig, Drottinn, á þessu ári fyrir þessa einstaklinga og segðu bara nafnið á upphátt á þessum fólki sem þú ert að hugsa um. Og við biðjum, Drottinn, þessir einstaklinga fá að mæta þér á þessu ári, fá lækningu í hjartað og huga. Og ég þakka þér, Drottinn, að þessi einstaklinga sem við elskum og þráum dýrmætustu gjöfina, að fá að taka á móti þér inn í hjartað og gera þig að leiðtoga lífsins. Takk, Jesús, að fáum að leggja þessa vin okkar og systkin okkar í þínar hendur. Núna í Jesú nafni og svo þakka þér, Drottinn, fyrir þennan dag, fyrir þessa stund, fyrir þetta augnablik sem að við fáum að lofa þig og segja þér við elskum þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Jesús, þú ert Drottinn. Amen. Samskot. Það hluti á lofgjörðin okkar. Það að gefa til Guðs. Að gefa inn í starfi hérna og það eru baukar og það pósi aftast. Endilega verið með okkur í að borga reikninga eins og maður segir stundum og gefa kærleiksgjafir áfram. Amen. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed
washed from the inside. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Nothing more real than this. In the presence of God, my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin hit the most high. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Striving for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody want to be holy, righteous, purified, and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody want to be worthy, forgiven, justified, relieved? Let me tell you, it's only by the blood.
set me free with your blood. Oh, you set me free with your blood. The work of Calvary. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krists. Ég treysti ekki á heimsins glans, hann set mitt traust á nafni hans. Takk Jesus. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krists. Ég treysti ekki á heimsins glans, en set mitt traust á nafni
hans náð og réttlætis, saklaus við hans hásæti. Ó, Jesús, takk drottinn minn. Heilagi Far, við lofum nafnið þitt í kvöld. Faðir minn og Guð, leggjum þetta ár í þínar hendur. Heilagi Far, ég þakka fyrir vitnisburð sem við fengum að heyra með hjá Fimmvörðum. Drottinn, við þökkum fyrir að í ár 2025, það verður árið þar sem þú gerir kraftaverk í lífinu okkar. Það verður árið þar sem að þú kemur blessun eftir blessun eftir blessun. Þar sem að þú kemur sambönd á ný, Drottinn. Þú tengir börn og foreldra, Drottinn. Heilagi Far, við lyftum nafnið þínu hátt í kvöld. Við beinum sjónum okkar að þér, Drottinn. Að hásæti þínu, þar sem að lausnina að finna, þar sem að lækninguna að finna, í krossin þín, Drottinn. Heilagar eftir, Drottinn, heilagar að háttum hafi, konunga, konunga, Drottinn, drottna, það engin annar eins og þú, og við lyftum nafnið þínu hátt á þessu ári. Halleluja! Fyrir ykkur. Það Jesaja 12, þakkagjörð þína endurlistu. Á þeim degi skaltu segja, ég vex saman þig, Drottinn. Þú varst mér reiður, en þér hvarf reiðin og þú huggaðir mig. Sjá, Guð er hjálp mín. Ég er öruggur og óttast ekki, því að Drottinn er vörn mín og lofsöngur. Hann kom mér til hjálpar. Þér munið með fögnuði vatni ausa úr lundum hjálpræðisins. Á þeim degi munið þér segja, lofið Drottinn, ákallið nafn hans, gerir máttaverk hans kunn meðal þjóðanna. Hafið í minnum að háttlitt er nafn hans. Lofsyngið Drottni, því að dásemdaverk hefur hann gert. Og þau verða þekkt alla jörð. Fagnið og gleðjist þér sem búið í Síón, eða á Íslandi. Því að hinn heilagi Ísraels er mikill á meðaliðar. Ég veit að Guð hefur gert kraftaverk í lífi margra en ef ekki allra. Allt frá því að bara vekja þig og frá því að bjarga þér úr myrkrinu. Þótt að stundum lítum við og flokkum kraftaverk, en kraftaverk er kraftaverk. Þótt að við gleymum því stundum, bara núna áramótin þá vorum við erlendis, þannig að ég uppliki alveg að vera jól áramóta þegar maður var í sólinni og engin kuldi og eitthvað. En ég fór að hugsa rétt fyrir miðnætti, vá hvað Guð er stór og mikill. Vá hvað Guð hefur gert mikið í mínu lífi. Og ég verði alltaf svo meir þegar ég hugsa það sem Guð hefur gert fyrir mig. Bara frá áramótunum í fyrra var ég yfir 2024, ömurlegt ár 2023. Og ég hugsaði hvernig getur þetta að fara upp á við. En Guð gerir kraftaverk. En Guð mætti inn í líf mitt. Allt 2023 meira og minna var ég að biðja fyrir ákveðnu kraftaverki. Og ég var svo föst í því að biðja fyrir þessu kraftaverki. Guð, komdu með lækningun í þennan hluta. Komdu með lækningun í þessi samskipti. Gerðu umbreyttu Drottinn, mættu, gerðu kraftaverk. Það stendur í orðið þín og ég var alveg öskrað þetta. Þangað til 2024 kom og Ífum eldin var allan janúar í fyrra. Og hægt og rólega fór Guð að sýna mér að það var ekki þetta kraftaverk sem hann gerði. Heldur var það annað, miklu betur og miklu stærra. Í staðan fyrir að endurreisa það sem ég var að biðja þá endurreist hann mig.
Og ég hafði enga hugmynd hann Guð geti gert það. Ég vissi hann geti gert hitt, en ekki endurreist mig. En svona Guð. Svona Guð góður. Og hann vill endurreisa þig. Hann vill endurreisa fjölskylduna þína. Hann vill endurreisa þá drauma sem eru á hjarta þínu sem þú ert búin að grafa langt niður af því að þeir eru allt of stóri fyrir þig. Eða þeir eru bara ómögulegir. En hann endurreisir. Hann reisir okkur við. Alveg svo með Finnbjörn. Alveg svo með alla hér á sviðinu. Við höfum öll sögu að segja. Það eru allar mismunandi. En það eru allar jafn mikilvægar og allar jafn kraftmiklar út af því hver snýri sögunni við. Og það er nafni Jesús. Og það er hann sem vil mæta þér í kvöld. Og það er hann sem vil gera árið þitt að kraftaverka ári. Þannig skulum rísa á fætur. Ætlum að syngja lagið Ég trúi því. Af því hann er alfa og hann er omega. Hann er upphafið og hann er endurinn. Og ég bið og ég trúi því og treysti að ef þið haldið fast í Guð, þá gerir hann kraftaverk á ykkar ári. Ekki horfa á síðustu ár eða síðustu daga eða mánuði og skilgreina næsta ár út frá því. Horfðu á hann og skilgreindu árið út frá því. Amen. Sér hver að gáta, spurningar ber ég, eru öruggar þér hjá, svo þér ávallt treysti ég trúi því, þú alfa og omega er, þú stendur við loforð þín, þú Jesús hér hjá mér, heldur mér stöðu, sér hvert orð frá þér, loforð þitt til mér, stöðugur klettur, ekkert fær þífa. Sigurinn hann unninn og sami kraftur býr í mér, því eignast líf í þér án trúi þér.
Ég trúi því, þú alfa og omega ert. Þú stendur við loforð þín, þú ert hér. Máttugur ertu, trúi því, leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín, ávallt trúfastur ert ávallt trúfastur Drottinn fyllti annan stað með nálægð þinni, með nærveru þinni, Drottinn. Að allur kvíði megi hverfa, Drottinn. Að allur ótti megi hverfa. Þinn frið, Drottinn, sem æðri öllum skilningi, inn í sérhvern hug og sérhvert hjarta. Drottinn, viltu þagga niður í hugsunum sem eru að drepa okkur, Drottinn. Viltu þagga niður í hugsununum sem eru bara til þess að gera lítið úr okkur, Drottinn. Til þess að koma með kvíða og ótta, Drottinn. Viltu þagga niður þeim í Jesú nafni. Viltu koma með þinn frið og þína lækningu inn í hugann okkar. Takk, Drottinn, fyrir nærveru þína sem er hér. Þú ert Guð, þinn einum ber, allt mitt líf því færi þér. Söngva sem á mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð þar sem þú vilt. Þín nærvera er mesta gleðin mín. Eitt bið ég eitt þrái ég,
Allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú Allt svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur svo lík öllu því sem ég hef séð. Þetta var rosalega lofgjörð. Það mikið nærvera Guðs hérna. Það gott að finna fyrir nærvera Guðs. Ég var að hugsa núna áðan, ég bað Laufi að taka hérna bænarefnin og það. Það er svo mikið þrá í mínu hjarta fyrir líf okkar núna og þetta ár sem að byrja. Það það að við getum tekið þátt í að gráta með grátendum, syrgja með syrgjandum. Það margir sem búin að eiga rosalega erfiðan tíma og þetta voru mjög erfið áramót fyrir mjög marga. Fyrir utan svo gerast hlutir í lífinu eins og góðri vinkonu okkar sem að misti manninn sinn í gær og við þurfum einhvern veginn að læra að opna líf okkar þannig að við getum tekið þátt í sorgin með fólki og hafa þessa hjartans meðöngum fyrir fólki. Við 2024 voru margir sem því miður lútu læra haldi fyrir þessum sjúkdóm sem alkoholismin og fólk sem að starfaði hér innan dyra. Og hérna, látum okkur ekki vera sama. Skilur, tökum, hérna, látum finna, hérna, ég var að hugsa þetta á það, við erum að byrja núna 14. ári hérna í United. Það þúsundir eftir þúsundir sem hafa fengið að eignast líf hér inni á þessum mánudagskvöldum. En við líka þurfum að sjá eftir mörgum vinum okkar og það rosalega sárt. Og ég man þegar ég var að reyna að skýra út fyrir Gunna hérna á trommónum, þú veist, mér leið vel að vera á nedrú
en ég fann að það var alltaf eitthvað svona verkur hérna, og hann sagði mér að hann vissi hvað það væri. Hann sagði, ég ætla að senda þér myndband, svo senda mér myndband með David Wilkerson sem eitt af svona síðustu predikunum hans, og það heitir Anguish, það sem sagt ángist, og það það sem ég þrái svo að vegnast öll hérna í hjartað. Þetta ekki ángist sem að gerir þig hræddan, heldur þetta ángist að það að þú getur ekki hort upp á annað fólk líða. Það að hafa hjarta fyrir fólki og láta aldrei degan síga að beygja sig niður eftir þeim sem þurfa á hjálpina að halda. Og það þessi hjartansmeðjungur sem svo mikilvæg. Og hvað það sem við ætlum að gera á nýja ári? Ég ætlaði að tala í kvöld og ég fann bara að ég var rosalega bara, kannski ekki niður þryktur, en ég fann bara óbúðslega sorg, bara ég heldist yfir mig í lókjörinu hérna á það. Af því þegar maður fer að hugsa þennan tíma og hugsa aftur í tíman og það sem hefur verið að gera svona síðustu vikum og mánuð, þá fyllist maður svo óbúðslega mikilvæg hryggð og sársauka. Á sama tíma og við vitum að við getum gert eitthvað í málunum. Við getum sett niður fót gegn þessum sjúkdóm. Við höfum hætt að setja okkur við mannslíf í fórnarkostnaði fyrir þessum sjúkdóm. Við höfum bara ekki að minnast á það, þá erum við búin að tapa. Við vitum að þetta hægt. Það eru tugir, ekki hundruð hér inni sem á annað hundra sem hafa fengið að eignast líf í gegnum trúna á Jesú Krist. Það að gefa honum líf okkar. Og hvað ætlum að gera á nýja ári? Tökum þátt í þessu. Það svo skrítið þegar ég að biðja Guð að gefa mér svona eitthvað sem að ég get verið með samlíkinguna það að taka þátt og vera þáttakandi. Það svo mikið að vera þáttakandi. Og hann gaf mér hérna söguna sem að ég lærði þegar ég var í skóla, það var litla gula hænan, munið eftir henni. Og veistu, það rosalega mikið í þessari sögu. Það var enginn tilbúinn að sá með hænunni. Það var enginn tilbúinn að þreskja eða mala hveitið eða baka. En það voru allir tilbúnir að borða það þegar var búið að baka. Og þú veist, við getum ekki gert þetta ein, við þurfum að gera þetta saman. Og áskorun til ykkar frá mér að við gefum okkur sjálfum þau loforð að stíga skrefi fram að þetta við höfum gert. Að við opnum hjarta okkur fyrir þeim sem úti og að þjást, sem margir, allt og margir. Við getum þetta saman. Ef við ætlum að þrá að sjá vakningu, komum við til land og sjá fólk komast til trúar. Við vitum það að við höfum öll verið í þessari þvermóðsku gegn trúnni í byrjun. Þegar við uppgötum og gefum hún séns og opnum fyrir að Guð kom inn í líf okkar og byrja að breyta líf okkar. Alveg svo að gerði í mínu lífi. Núna vera 15 ár síðan. Tíminn svo fljótur að líða. Og ég hvet ykkur til þess að taka þátt í starfinu. Þú kannski átt erfitt með að finna þér einhverja kirkju til þess að staðsetja því, en þú ert alltaf velkomin hér á mánudögum. Hebbi minn kallar þetta 12-spora kirkjan sín. Það ágætis nafn líka. Eða kirkjan fyrir þá sem vilja ekki fara í kirkju. Það líka alveg í góðu lagi. En það svo mikið að við eigum þetta samfélag saman og höldum utan hvort annað. Það mest áríðandi hlutin. Og ég hvet ykkur, ég ætla að skilja eftir okkur hérna úr fyrra Kórintubréfi 13. kaplan. Lesi hann þegar þið komið heim. Lesi kærleikur Guðs. Guð kærleikur. Guð kærleikur, líf okkar, akkurat eins og við tökum hana kapla. Ég segi svo við fólk sem nýlega komið til trúar, taktu kærleiksnafni í burtu og settu nafnið til staðinn og skoða á hvað stað þú ert. Óli öfundar ekki. Það þannig? Lífið þannig? Það gott að skoða lífsitt og sjá á hvaða stað við erum. En ég bið ykkur öll og ég að meina það þegar að auðvitað gleðjumst við með þeim sem að gleðjast, en við megum heldur ekki gleyma þeim sem að berjast. Mér langar að við rísum hans að fætti að biðja hans að það bara liggur svo rosalega á mér að við þurfum að knýja á. Og ef það ykkur í ykkar huga, biðja ykkur að sýna ykkur mannesku sem að virkilega þarf á hjálpina að halda. Sjáu þið fyrir ykkur hendina, koma niður til þessa einstaklings og hjálpa honum fætur, alveg eins og að gert fyrir þitt líf. Svo skulum bara loka augunum og hugsa þessa einstakling og ég ætla að biðja. Drottin, ég bara þökku fyrir náð þína og miskunn þína, drottin. Ég þökku fyrir að þú trúfastu Guð.
Við þökkum fyrir öll þau kraftaverk sem eru hér inni, Drottinn, eins og Inga var að tala kraftaverkin sem eru í lífi okkar. Og við þökkum fyrir upprissu kraft, Drottinn, sem í þessu árið 2025. Og við biðjum, Drottinn, sérstaklega fyrir þeim sem þú hefur lagt á hjarta okkar núna, Drottinn. Gefðu það að við megum bara tileinka okkur bæn fyrir þessum einstaklingum, þá til að sigurinn er komin, Drottinn. Að við knýjum á, Drottinn, þú kemur, Drottinn, grípur inn lífið þeirra. Tekur burt kvíðan og óttan, hræðsluna, vanmáttakendina, fíknina, sjálfsvíks hugsanir, bara debur sem er yfir fólki, Drottinn. Við bara þökkum við fyrir, Drottinn, að þú ert kraftaverkana Guð. Þú ert með lækningu, þú ert með lausn fyrir einn og sérhvern. Og ég bið þig bara, Drottinn, að gefa okkur það að við mögum vera þáttakandur, við mögum tilera, taka þátt í, Drottinn, í því verki sem þú ert að gera. Ég bið þig bara, Drottinn, að þú megir svona vekja, Drottinn, svona eins og köllun í lífi fólks hér í kvöld, Drottinn. Hvar er ég? Hvar á ég að standa? Hvernig get ég hjálpað? Hvernig get ég tekið þátt? Hvernig get ég fengið að upplifa og sjá einstaklinga, koma til trúar, eignast líf og sjá þessa óslitnu sögu fyrir, Drottinn, sem þú býður okkur upp á. Og við býðum bara sérstaklega blessun yfir alla þá sem eru inni, Drottinn, alla þá sem komast ekki. Og svo vil ég biðja, Drottinn, fyrir þau fólki sem er núna syrgjandi, Drottinn. Gefðu, Drottinn, að við getum haft þessa hjartans meðöngu fyrir þessum einstaklingum. Að við getum grátið með þeim, Drottinn. Við getum ekki þátt, Drottinn. Að þú megir koma huggun, Drottinn. Að þú megir umvefja þau í kærleika þínum. Gefa þeim að hvíla, Drottinn, í skugga vængja þinna, Drottinn. Það sem er friður og frelsi, kærleikur, elska, ást og friður, Drottinn. Ég bara blessum þessa vini okkar sem eru núna, Drottinn, að berjast. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og mér langar líka að segja ykkur að hérna hún Hilma og Laufi og fleiri sem eru hérna, sem eru að starfa hér, að ef þú finnur í hjartaðinu að taka þátt í því sem við erum að gera, að þá er velkomið að koma og vera hér. Það er fullt af verkefnum sem þetta er að gera. Fullt af þeim. Og hlutin að þessu að ná vextinum og geta tvingið að vera þáttakandi og koma inn í þessa hringiðu, að það er að þjóna og taka þátt. Það er allir mikilvægir. Hér vantar fólk til þess að vera í dýrunum og taka móti fólki. Það þarf að taka samskotin, það er bæna þjónusta, það er fullt af verkefnum að gera. Og því fleiri sem koma að því betra er það. Og því öflur að verða starfið okkar. Og við þráum að ganga lengra, við þráum að sjá að svona, þeim ég opnast fyrir fólk að komast inn í þjónustur í kirkjum og taka þátt í samfélagi með öðrum trúðum. Eitt hlutin af því er til dæmis að við byrjum núna fyrir áramót og TC skólinn er á Draumasetri og ég ætla bara að geta að lýsa því, bara breytingar sem urðu á fólki sem að koma þar, gáðu sér tíma til að koma þar. Það er svo stórkostlegt að horfa á fólk sem er kannski búið að berjast í mörg ár, náð sæmilega góðum árangi, náð svona flugi og svo fellur maður niður aftur, að því við eigum ekki hennan grundvöld sem trúin er. Og það var það sem gerist fyrir mitt líf, 10 ár edrú þegar ég detti í það. Og við tókum 10 ömurlega ógeðslega ár, áfengis og fíkniefna, deyja, lifna við aftur, deyja og lifna við aftur, ógeð, alveg eins og Fimbit var að tala um. Og þetta er allir hluti sem við getum hérna hjálpa fólki að komast inn á þessu braut og fá lækningu og lausnin í líf sitt. Og í TC skólanum þá sá ég bara líf fólk bara gjörsamlega umbreytast. Þessi von kom inn. Eitt sem aðar inni, hann sagði bara ég hvet alla til að koma þarna. Og ég í mínu og minni þekkingu hafði nú ekki mikla trú að hann myndi haldast inn í þessum skóla þessi drengur. En hann var árin aðal hvatamaðurinn að fólk kæmi og færi í skólan. Hann er farið að taka á stöðu gríðarlega erfiða hluti í lífi sinu, núna fljótlega. Og er búin að berjast fullt af hlutum í lífi sinu. En þessi yfirvegun og þessi friður og þessi kærleikur sem Guð gefið í líf hans er bara lækning og lausn fyrir hans líf til þess að takast á við erfiða hluti sem við þurfum að gera í sporavinnunum okkar til dæmis. Og mér langar til að það eru 2 einstaklingar sem ætla að koma aðeins og segja okkur nokkur orð. Er ekki þarna? Hvar er þið? Dagur og þetta koma þér. Aðeins fá að leyfa okkur að heyra það sem skólinn er upp á að bjóða. Og hann er byrjað núna og þetta er frá 9 til 12 og þau kannski segja eitthvað aðeins betur frá hérna. Skrítið að koma þetta upp á sviðið og með ljósum svona í allir. Þetta er fínt. Já, ég heiti Sverrir og ég er nemandi í TC skólanum og Dagur með mér.
Ég ætla að segja svona smá frá þessu, hvernig þetta hefur verið og ég sett frelsast í febrúar síðastliðnum og ég er á djamminu, ég detti í það eftir meðferð og það væri bara einhvers konar uppgjöf og einhvers konar iðrun og ég bara mæti Guði og í svona hálft ár eftir það, þá var ég í rauninni bara, þetta var svolítið mikið bara ég einn að lesa Biblíuna og þú veist, svo var ég svona aðeins inn í A-samtökunum en ég var eiginlega ekki að fíla mig neinstaf, ég var ekkert svona komin eitt almennilega inn í þennan kirkju, ég var einhvern veginn ekki í neinu almennilegu samfélagi við kristið fólk, þetta var mest bara ég og Biblían og er svo mjög þakkláttur fyrir þann tíma en ég mæli þetta ekkert endilega með því og ég kem inn í skólan í haust og það sem ég hafði rosa svona trúar eld og trúar sannfæringu en mér vantaði einhvern áttavita, mér vantaði einhverja stefnu að vera að fara eitthvert, ég myndi vita hvert ég væri að fara og hvað ég ætlaði að gera við þetta allt saman. Ég vissi að mér langaði að gera eitthvað stórkostlegt við þetta, ég vissi að ég hefði eitthvað, að fyrirætlanir Guðs fyrir mig væri til heilla en ekki til óhamingju og fyrir heillaríka framtíð en það vantaði einhverja stefnu og það var það sem ég eignaðist inn í TSC á sem bara samfélagi og fá einhvern veginn, þú veist, að sóka í orðinu, fá að upplifa orðið, vinna í mér og líka, þú veist, að sjá þetta umturna lífi fólksins í kringum mig og ég trúi á algjöra lækningu á fíkn fyrir náð Jesú Krists og hafi gert það og ég er í rauninni síðan að ég tók við Jesú Krist hef ég í rauninni ekkert reynt að vera edrú og ég hef verið 10 ár innóðu meðförum, það hefur ekkert gengið en inn í TSC þá eignast ég samfélag við annað kristið fólk ég fæ að lesa í Biblíunni og spegla við annað fólk og já, bara og sjá að gerst og svo eftir, og í janúar núna að byrja heitir Celebrate Recovery og svona 12 spora kerfi sem með þar sem Jesús þungamiðjan það sem þú veist já, og Biblían og orðið og við vinnum út frá því að hleypa Guði að því að við erum einhvern veginn með hjarta fullt af ófyrirgefningu og ótta að það bara kemst Guði ekki að og við erum að hreinsa, við erum að hleypa Guði að til þess að hann getur komið og umturna lífið okkar og sett okkur inn á þessa vegferð sem fyrirætlun Guðs fyrir lífið okkar þar sem bara undantekningarlaust alltaf sigur fullt af fólki inn í þessu sal sem getur vottað fyrir það fullt af fólki sem ég þekki og ég bara upplifa sjálfur að maður einhvern veginn ekkert að óttast maður kominn á þú veist bara einhvern veginn út á þú veist hann leiðir mann af vötnum þar sem maður má næðis njóta þetta svo raunverulega og bara ótrúlegu sigur í orðinu og bara gott að vera til og gott að elska Jesús og finna elsku að geta tekið við elsku Jesús sem maður gæti aldrei gert áður en já, bara takk og bara endilega komið þetta er niður á Draumasetri frá klukkan 9 til 12 alla virka daga og þú veist þið megi bara koma hver sem og tjekka á þessu bara hvet alla til þess að mæta sem vilja eignast nýtt líf, sem vilja eignast gegnumbrot og lifandi trú á eitthvað raunverulegt en ekki bara eitthvað. Takk. Já, takk fyrir þetta Sverrir. Ég kemur bara svipaður átt. Ég búinn að eiga erfitt líf, búinn að vera mikið í neyslu í mörg ár og bara búinn að eiga mér er bara búinn að líða rosalega illa. Ég hef oft farið inn í meðferð, komið út meðferðum og núna í fyrsta skipti þá ákveði ég að stíga þetta sporin í trúna betur. Ég var alltaf að hlusta á þetta og ég ákvað að fara í TSC-skóla núna og mér leist ekkert á þetta fyrst. Það var Gulli okkar sem hélt mér þarna inni fyrsta mánuðinn og ég lofaði honum að ég myndi reyna að halda áfram og þetta hefur bara gefið mér von, þetta hefur gefið mér styrk, þetta hefur tekið allan kvíða frá mér. Ég get bara farið á alla staði sem ég var svo hræddur áður. Ég gat ekki farið út úr húsi þegar ég kom út úr meðferð fyrst. Og þetta bara allt sem TSC-skólinn hefur gert fyrir mig. Ég mætti þarna eins og ég gat. Ég var að vinna líka eitthvað, var á síðustu önn. En bara að endilega, það allir velkomnir, bara mæta á Draumasetrið og bara væri gaman að sjá sem flesta. Við Sverrir verðum þetta til dæmis núna með ykkur og það bara endilega og ef þið hafa eitthvað spurningar komið bara að prófa þetta þegar mig alveg hætta yfirlið og takk hérlega fyrir okkur. Amen, frábært að heyra.
Dagur minn, hann einn af þessum. Það alveg yndislegt að sjá fólk sem að koma út úr meðferðum í dag upp í Hlaðgerðarkoti. Það þessi breyting sem á fólki. Og það verið einhvern veginn þetta samfélag að vilja taka þátt í að hjálpa öðrum og komast til þekkingar á Guði og það það sem þau hafa gert, algjöra fyrirmyndir og það svo gaman að sjá þegar að trúin fær að fara inn í meðferðina eins og að gerast í Hlaðgerðarkoti. Og TSC, fyrir þá sem ekki vita, þá stendur það fyrir Teen Challenge sem einn stærstu meðferðarsamtök í heiminum. Og ég hef sagt ykkur frá því áður, þar fara 100 manns í meðferð og 75 eru edrú eftir 5 ár. Eftir 5 ár eru 75% edrú. Gerið nú aðeins betur það. Við erum að reyna að kroppa eitthvað í 10% hérna eftir 2 ár. Þarna eru 75 eftir 5 ár. Og hver grunnurinn að því? Jú, trúin á Jesú Krist, alveg eins og hann var að segja hérna á það. Að það svo mikið að við tökum það með. Við fórum að trúa aðri kraftum, áttur okkar eigin vilja getur gert okkur heilbrigða nýju. Það ekki? Og þá vorum við líka að trúa því og sigaskrefin. Og þetta sem þeir voru báðir að tala það að náðu sem stað að treysta Guð algjörlega fyrir lífið þínu. Án þess að efast. Trú án þess að efast. Að Guð mun grípa inn í lífið. Guð mun vel fyrir sjá. Hann færi þig ofar og ofar og ofar. Og það það sem að Guð vill gera fyrir þitt líf hér í kvöld. En við ætlum að fá að heyra hérna vitnisburð. Maggi, viltu ekki koma og kynna þetta kannski? Og kannski biður hún að koma til þín með þér. Að því líf okkar og hluti af líf okkar til þess að halda áfram og geta þjónað og starfa með fólki það að deila vitnisburðum okkar. Ég trúi að frelsunin og vakningin komi fyrir þinn vitnisburð fyrir kraftverk Guðs. Að vitnisburðin tengingi við fólkið og Guð gerir kraftverk og leiði fólkinni Guðsíkið og það ætlum við að fá að sjá. Já, amen. Komið sæl og gleðilegt ár. Hérna í október þá fór ég til Bandaríkjanna í 2 vikur og þessi maður hérna var einn af þeim sem ég hitti þá. Nei. Hérna og hann bauð mér í heimsóttin sinn. I'm just saying few words about you. I'm not lying anything. Og þar sem að ég spila smá svo gítar þá þáði ég það. Hann á 70 hljóðfæri heima hjá sér og frábær gítarleikari, söngvari og meira. Hann heitir Scott Vara og hérna hann var leikari í Bandaríkjunum. Broadway leikari, lék í og ferðaðist mikið Bandaríkin í Broadway leikritum og vann Tony Awards. What year was it? Fyrir 30 árum. Og bara svolítið að gefa ykkur hugmynd. Ég ekki að gera þetta til að lyfta honum upp, bara til að láta ykkur vita á hann byrjar að tala að þetta maður eins og við sem að hefur átt velgengni að fagna í lífinu en Guð hefur aðrar áætlanir. Og bara sem dæmi bara fyrir ykkur, ég veit að mörg ykkar, allan eldri kynslóðin muni eftir þáttu sem heita Friends. Jennifer Aniston lék konuna í því síðasta sem hún gerði áður en hún byrjaði í Friends. Svo þannig að hann búinn að leika með mörgum svona, já, og búinn að gera margt. Þannig að, já, nú ætla ég að leyfa ykkur bara að hlusta á hann. Are you ready? I'm ready. I was not lying. Okay. I don't know what he said. Look, we got to turn that. Okay, no. Ég veit ekki hvað hann sagði. I said, I don't know what he said. Ég veit ekki hvað hann sagði. I like him and I think he likes me, so I hope it was nice. Ég líka vel við hann og ég held hann líka vel við mig. I'm honored to be here to share with you a little bit. Já, það heiður fyrir mig að fá að vera með ykkur hér. I'm moved and struck with the compassion that I see demonstrated. Og það svo, ég svona hræður yfir meðöngun og þeim hlýhug sem þið sýni hvort öðru. And moved by the stories of recovery
og þær sögur sem ég heyri endurreisn. I will try to be brief and tell you a little bit of my story. Ég ætla að reyna að vera stuttarur og segja ykkur aðeins frá sögum minni. As I was thinking about what to say, I thought one overriding theme is it's never too late. Og þegar ég var að hugsa hvað ég ætla að segja þá var það sem eiginlega þema lífs míns að það aldrei of seint. Let me say I love being in a room of broken people healing. Mér langar að segja ykkur að það gott að vera í rúmi þar sem margar brotnar manneskjur. We're all broken. Við erum öll brotin. We all come from situations that may have not been perfect. Við komum öll úr aðstæðum sem hafa ekki kannski verið fullkomnar. There are no perfect situations. Það engar fullkomnar aðstæður. No perfect families. Engar fullkomnar fjölskyldur. I love my dad, who was a functional alcoholic. Ég elska faðir minn en hann var alkohólisti. And I certainly could see myself going down that road. Og ég sá sjálfur mig fara niður þann veg. By the grace of God, I've been sober from alcohol for 36 years. Ég hef verið edrúna í 36 ár. But I also spent many years in recovery rooms in New York. En ég eyddi mörgum árum í recovery room. Hvað var kallað þau? Recovery room, svona bænaherbyggjum í New York. 12-step. Í 12-spora herbyggjum, 12-spora fundum. Around issues of sex and food. Varðandi kynlíf og mat. Addiction can take any form. Obsessional thinking take any form. Og fíkn getur kemur í mörgum myndum. But I want to share about God's grace because there are some events that are milestones in my life. Milestones in my life. Já, það margir svona stólpa, hvað ég segja, marga vörður í lífi mínu. And I want to piggyback what you said about offering compassion and kindness to others. Mér langar að segja, tala það sem að þú sagðir, Óli, varðandi að bjóða öðrum umhyggju og... We don't know the effect that an act of kindness, an act of generosity and care might have with someone. Við vitum ekki alltaf hvað umhyggja og meðöngun hefur þegar við gefum til annara. I was in college involved in the occult. Í menntaskóla og háskóla þá var ég í svona sértrúarsöfnuði. Hadn't become a Christian, wasn't raised in the church. Ég var ekki kristinn og ég var ekki alinn upp í kirkju. And a family with another son involved in this was at college. Og það var sonur í annarri fjölskyldu. Sat down with me and said, og hann settist niður með mér. You don't know what you're dealing with. Og sagði, þú veist ekki hvað þú ert að gera. It's dangerous. Þetta hættulegt. You think it's harmless, it's not. Þú heldur þetta sé hættulegt en það það ekki. And that act of love for a stranger og það kærleiksverk sem hann sýndi mér og kærleikur caused me to step back from this group. Var þess að ég steig út úr þessum hópi. And led to my conversion. Og að lokum leitaði mig til að fylgja Jesú. The channeling, the spirits came after me, called me on the phone. En það var hringt í mig. Andarnir voru eftir mér. I was scared to death. Og ég var hræddur. I had to confront my personal pride that my intellect was enough. Og ég varð að mæta þessari trú minni að viskan í minn væri næg til að takast á við allt saman. It got to the point I was afraid to close my eyes in the shower. En það kom að þeim punkt að ég var hræddur að loka augunum í sturtu.
And then one night I gave my life to Jesus. En svo eina nótt þá gaf ég líf mitt Jesú I woke up and the sky was blue, og ég vaknaði og heiminn var blár, the grass was green, grasið var grænt and the world looked completely different. og heimurinn leit allt öðruvísi út. So that simple act of kindness towards me Svo að þetta kærleiksverk hjá honum að setjast niður með mér changed my life. breytti lífi mínu. I moved to New York Ég flutti til New York when I was 21, þegar ég var 21, ready to take Manhattan by storm for Jesus. tilbúinn til að taka Manhattan með krafti. I was involved in a church, Ég var í kirkju, a believing church, kirkju sem trúði, but to be honest, New York changed me more than I changed New York. en ef ég á að vera heiðarlegur þá var það New York sem breytti mér meira heldur en ég breytti New York. I did get involved in the 12-step rooms there and found a level of acceptance Ég tók þátt í 12-spora starfið þar og fann svona einhvers konar samþykki and honesty that I hadn't found before. og heiðarleika sem ég hafði ekki fundið áður. Over the course of that time in New York, I lived in New York 14 years. Svo ég bjó í New York í 14 ár I worked in the theater. og á þessi 14 árum þá vann ég í leikhúsinu. I was a singer, actor, Ég var leikari og söngvari and I was totally blessed by God to be in a situation where I won this Tony Award. og Guð blessaði mig og ég vann þessi Tony verðlaun. It's an award for theater in New York. Það eru verðlaun fyrir leik í New York eða í Bandaríkjunum. 3 hours that night, I had perfect peace. Og í 3 tíma það kvöld sem ég vann þetta þá hafði ég fullkominn frið. The next morning I woke up, En morgun eftir vaknaði ég I realized you have to win one every 3 hours if you're going to have that áttaði ég peace. að vinna eitthvað á 3 tíma fresti til að halda þessu friði. If that's where your peace is coming from. Ef að friðurinn að koma þaðan. It began a spiritual journey for me, a reignition of my faith. Og þarna byrjaði svona endurnýjun hugarfarsins og ferðalag mitt í áttina að endurvekja trúna í mér. And ultimately, I moved to Los Angeles and became involved in a spirit-filled vineyard church. Og nokkrum árum síðan þá flutti ég til Los Angeles og byrjaði í Vineyard kirkju sem er heila sandafyllt kirkja. Long story short, Til að stytta söguna aðeins. there was a woman in that church Það var kona í þessari kirkju who had been struggling with same-sex attraction. sem hafði verið að glíma við löngun til að lifa með annarri konu. She'd come from an abusive family and had been seduced by an older woman when she was in high school. Og hún kom frá fjölskyldu og hún hafði verið sem sagt misnotuð þegar hún var yngri eða verið fengin í athafnir. She walked into the church and it was in a school auditorium. Hún kom inn í kirkjuna And she heard God's audible voice og heyrði röddu Guðs tala til sín from the outside. frá að utan And as she noticed someone on the stage og sá einhvern á sviðinu in the worship team, í loðgjörðartíminu she heard God say, "You could love him." og heyrði Guð segja þegar hún sá þennan mann í loðgjörðartíminu, þú getur elskað þennan mann. That was in 1999. Þetta var 1999. In 2014, 2014 I had a friend suggest that I have lunch with a mutual friend. og þá var vinur minn stakk upp að ég hefði myndi borða með sameiginlegu vin okkar. I was single, never married.
Ég var einhleipur, aldrei gift mig This woman, also single, never married. og þessi kona var hérna líka ógift og þau aldrei gifst. We began a conversation, Við byrjuðum að tala saman and shortly we're talking about deeply spiritual, personal things. og eftir stuttastund erum við farin að tala mjög djúpa andlega hluti. We went to dinner a few times, Við fórum út að borða saman nokkuð sinnum and she began to tell me this story og hún byrjaði að segja mér söguna of hearing God's audible voice. að heyra röddu Guðs And this word that you could love him. og þessi orð sem að Guð sagði að hún geti elskað þennan mann. And it turns out it was me Það var ég sem að Guð hafði byrjað að bendin á on the worship team 15 years ago. sem hafði bendin á 15 árum áður í lokiratíminu. And that word encouraged me in such a way because I was older og þessi orð uppörðu mig að ég var aðeins eldri en hún and didn't know if I was lovable. og vissi ekki að það var hægt að elska mig. I had struggled with all my issues and Ég hafði átt í baráttu við öll mín vandamál had resigned myself to being single and og vildi bara vera einhleipur somewhat content. upp að vissu marki. But a year and a half later, En 1,5 ár síðar Tracy and I got married, giftum við okkur and 2 years after that, og 2 árum síðar we adopted a baby boy, an infant boy, þá ættleiddum við dreng and 3 years after that, an og infant girl. 3 árum síðar litla stelpu. I thought I was too old, Mér fannst ég vera orðinn og gamall. but when the phone call came, I said, Lord, this is the biggest step of faith I've ever taken. En þegar símtali koma þá sagði ég Drótti þetta stærsta trúarskref sem ég hef tekið. And we have been married 9 years and have a 3-year-old and a 6-year-old. Og núna erum við búin að gifta í 9 ár og eigum 6 og 3 ára gamala. Two beautiful adopted children. Falleg börn sem við höfum ættleitt. And it's a reminder that Og það áminning að when we don't feel we're worthy, when our shame binds us, að þegar við upplöfum að við eigum það ekki skilið og okkur líður eins og skömmin að hertaka okkur, God is capable of opening an unexpected door. þá Guð færum að opna dyr. God is desiring us to, I had to surrender control. Ég þurfti að láta af stjórnun. 1 degree to be married at an older age. Eitt var að láta af að vilja ekki giftast orðið þetta gamall. Another degree to take on children at an older age. Og öðru lagi að taka þess að ættleiða börn á þessum aldri. But God's blessing, En blessan í Guðs, as you who are parents know, eins og þeir sem eru foreldrar vita, you don't know, in a sense you don't know that some degree of love until you love those children. að þið viti ekki en þið bara elskið þessi börn. And it's taught me more about the love of God Og þetta hefur kennt mér meira ást Guðs than I could have ever imagined. en ég hefði nokkuð tíma getað ímyndað mér. I don't know your stories. Ég þekki ekki sögu ykkar I don't know every situation you've been in, og ég þekki ekki þær aðstæður sem þið hafið verið í, but I know God can do extraordinary things. en ég veit að Guð getur gert ótrúlegustu hluti. Things that might seem terrifying or Hluti sem að virðast vera overwhelming, yfirþyrmandi eða bara óhugsandi. but God's grace, I didn't deserve to have these 2 beautiful children.
Ég átti það ekki skilið að fá þessi 2 yndislegu börn. I didn't deserve to find. I didn't deserve to have God speak to a woman audibly about me. Ég átti það ekki 15 skilið years ago. að Guð talaði svona til konu 15 árum áður. But he did, En hann gerði það. and he can. Og hann getur það. For me, recovery has, I have to say, such beautiful testimonies. Þessir yndislegu vitnisburði sem við höfum heyrt Of my brother playing and my other 2 brothers here, Oh. beautiful. frá Finnbirni og bræðurum okkar sem voru að tala. And God may do that in your life. He's certainly capable. Og Guð fullfærum að gera það sama í þínu lífi og jafnvel meira. Some of us are slow learners. Sum okkar eigum erfitt með að læra. Some of us need some time to let God be God. Og sum okkar þurfum tíma til að leyfa Guði að vera Guð. But I know it is never too late. En ég veit að það aldrei of seint. I don't care how old you are. Það skiptir ekki máli hvað þú ert gamall eða gömul. I don't care how often you felt, oh, here I go again. I fail again. Og mér alveg sama hversu oft þú hugsað, einu sinni enn ég búin að gera þessi mistök. God can still do it. En Guð getur ennþá gert þetta. The secret for me is, well, not my secret, but my pride wants me to be a hero. En leyndamálið þó, sem kannski ekki leyndamálið að stolt mitt vill að ég sé hetja. But if I buy into that, En ef ég kaupi það, then I'm worthless when I fall or fail. þá er ég einskis fyrir þegar ég fell. My kids fail all the time. Börnin mín, þeim mistekst mjög oft They disobey all the time. og þau eru ólíðin mjög oft. I love them so much. En ég elska þau svo mikið. That's our Father. Svona er Guð, Faðir okkar. He loves us so much. Hann elskar okkur svo mikið. Our pride makes it hard to take in. Og stolt okkar stundum gerur okkur erfitt fyrir að meðtaka þetta. I want to earn it. I want to control. Ég vil hafa stjórn á þessu, ég vil vinna fyrir þessu. I want to be good enough. Ég vil vera nógu góður. Let's forget about that. Gleymum því. Let's accept God's grace. Samþykjum ást Guðs á okkur. I receive your love because of who you are, Og tökum við ást hans vegna þess hver hann er. not who I am. Ekki vegna þess hver við erum. I have value because you love me, Og ég hef virði vegna þess að þú elskar mig. not because I can do this or that, or Ekki vegna þess að ég get gert þetta eða þetta fyrir þig. or people think this or that of me. Eða vegna þess að fólk hugsar þetta eða þetta mig. I tell my pastor John, who's here, Ég segi stundum pastorinn mínu John, one of the blessings of getting older, ein af þeim blessunum að verða eldri, maybe one of the few blessings, eða ein af þeim fáu blessunum. I don't have the energy to worry so much about Ég hef ekki kraft þess að vera að hafa áhyggjur svo mikið. what people think of me. Hvað fólk er að hugsa um mig. Favorite 12-step expression, what other people think of me. Eitt af 12-spora, því sem við segjum í 12-spora kerfinu úti, None of my business. hvað fólk hugsa um mig, kemur ekki við. So I think we'll open it up. If we're going to have some prayer, people come up. If you need prayer, if you want to, if you're on the edge, I don't know if I trust this Jesus. I don't know if I can believe in him. I don't know if it's worth it. Ef þú ert á þeim stað að þú veist ekki hvort þú getur trúað á Jesú eða trúað hann fyrir lífið þínu, I'm too far gone. og þér finnst þú vera of langt í burtu. I've done it before. It hasn't worked. Ég hef gert þetta áður og það hefur ekki virkað. If you feel the stirring, please let's make a transaction tonight. Let's pray.
that Byggjum saman í kvöld. Breyttum stefnu, komdu fram. let's pray for a fresh seed of hope, Byggjum nýtt sæði vonar and let's take steps og tökum skref to open the doors of our shame, að opna dyrnar fyrir skömm okkar, surrender the facade of our pride, sleppum því að öllu stolti, say, Jesus, segjum Jesús, I need you. ég þarfnast þín. My life is unmanageable. Líf mitt einskisjörði án þín. I need help. Ég þarf hjálp. Come help me. Komdu og hjálpaðu mér. So, how should we do this? So Do we have the prayer? Could we have the prayer? Bæna tímið hérna. Prayer group, the people who pray for it. Koma fram, if you come forth. Og ef þú vilt fyrirbæn þá endilega komdu fram og fáðu fyrirbæn hjá Scott eða einhverjum úr tímunum sem hérna, einhverjum af þeim sem hérna. Or if you need prayer for anything, if there's any situation, Ef það eitthvað í þínu lífi sem þú þarft fyrirbæn fyrir, we'll spend a little time þá praying for folks. bænahermenni hérna frammi til að hjálpa þér. We're going to have a little ministry time. I'm going to come and pray for people too, and then Við ætlum að biðja fyrir fólki og hafa svona stund þar sem að við þjónum til fólks, svo verðið velkomin að koma fram. and we'll let me give us a closing prayer in case you need to leave. Og okkur langar að biðja fyrir ykkur, ef þið þurfið endilega að fara strax, þá langar að biðja eins. Heavenly Father, thank you for tonight. Drottinn minn, þakka þér fyrir kvöldi í kvöld. We pray that your love and spirit would continue to change our hearts. Við biðjum þess að ástin og kærleikur halda áfram að umbreyta hjörtum okkar. Thank you for your incredible mercy and grace. Þakka þér fyrir þína undursamlegu náð og miskunn. Bless this community Blessaðu þetta samfélag that wants to serve you and know you better. sem vill þjóna þér og þekkja þig betur. We pray this in Jesus' name. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen.